Þá er ég búin að prjóna þessar 11 umferðir í blúndukaflanum sem kom á eftir kransinum í kringum ígulkerið. Og eins og sést að þá býr þetta munstur til svona eins og bryddingu úr hringnum sem að hér er. Og það mun halda áfram og styrkjast með útaukningarumferðunum sem að taka núna við. Ég endaði á því að gera eina umferð brugðið frá röngunni og alls voru 1, 2, 3, 4, 5 munsturumferðir. Og nú skipti ég úr lit 3 yfir í lit 4. Útaukningakaflinn er mjög keimlíkur þessum hérna 3 görðum. Byrjar á því að prjóna einfallega einn garð fram og tilbaka án neinna sérstakra tilfæringa. Við einfallega prjónum slétt yfir alla lykkjur, byrjum á snúrukantinum, prjónum síðan slétt sem leiðliggur yfir alla lykkjur út á enda, endum á því að prjóna snúrukantinn þar sléttan frá réttunni og svo tilbaka slétt frá röngunni og þá erum við komin með einn garð. Ég ætla að klára hann og koma svo hérna inn aftur. Þá er þessi garður tilbúinn og í fyrri útaukningarumferðinni í þessum kafla þá gerum við 2 útaukningar sem lenda alltaf sikkur megin við löngu lykkjuna hérna í miðju gatakaflanum. Hún er á 17 lykkja fresti og hér erum við með 18, 18, 18. Þannig að til viðmiðunar, ef þið eruð ekki með prjónamerki nú þegar á einhverjum af þessum mörkum, að þá er gott að hafa þessa löngu lykkju því að hún á að vera í miðjunni á milli útaukningana. En við gerum þetta þannig að eins og ég hef áður sagt þá er snúrukanturinn aldrei með í lýsingum og ekki heldur hér. Heldur að við byrjum á að slá einu sinni upp á og prjóna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 lykkjur. Þá erum við komin hingað, sláum upp á og prjóna þessa einu. Þetta var í raun og veru ein eining. Og við gerum nákvæmlega það sama, sláum upp á, prjónum 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, slá upp á, prjóna 1 og þá erum við komin hér, slá upp á 17. Svona höldum við áfram út umferðina. Og á bakaleiðinni þá prjónum við allar lykkjur slétt og líka uppslögin. Sé ykkur þegar það er komið hjá mér. Hérna er ég komin á næstu, slægi upp á, prjóna, slægi upp á. Svona umferðin á enda. Þá er ég komin tilbaka og hér sjáum við útaukningarnar og þær í raun og veru verða til þess að ýkja ennþá þessar öldur hér og halda þeim við. Og núna eru þessar 10 einingar sem eru hérna þvert yfir umferðin okkar sem voru 18 lykkjur hér, nú eru orðnar 20 lykkjur hver. Þannig við erum með 200 lykkjur á prjónunum að frátöldum snúrunum. Og í næstu útaukningarumferð ætlum við að fjölga úr 20 upp í 24. Og við erum ennþá að vinna í kringum sömu miðlykkju í hverjum kafla fyrir sig. En núna gerum við eftir snúruna, þá gerum við eitt uppslag, prjónum 1, sláum upp á aftur og prjónum aftur 17 lykkjur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sláum upp á, prjónum 1, sláum upp á, prjónum 1. Endurtökum aftur, hérna erum við aftur lent á þessari miðlínu,
sláum upp á 1, sláum upp á 17. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, slá upp á 1, slá upp á 1 og þá erum við búin að gera 2 svona kafla. Þannig núna koma 2 göt í kringum þessa lykkju. Í fyrri umferðinu voru það bara sitt hvorum megin 1 og nú koma 2 hvorum megin. Klárum út á enda, prjónum tilbaka alveg eins og áður, allar lykkjur sléttar frá röngunni og gerum síðan eina umferð í viðbót frá réttunni slétt yfir. Og þá erum við komið með 7 umferðir í þessum millikafla og búin með lit 2 í bili. Ég ætla að klára að auka út, prjóna tilbaka og svo prjóna þvert yfir og sé ykkur þegar kemur á næstu litaskiptum. Þá er ég búin að gera báðar útaukningar umferðirnar og prjóna tilbaka og aftur eina umferð frá réttunni og þá enda ég út á þessum enda og slít lit 2 frá og tengi lit 1. Kaflinn sem að nú tekur við gæti eiginlega ekki verið einfaldari vegna þess að það er slétt prjón frá réttunni, 9 umferðir. Þannig við byrjum á brugðinni frá röngu og svo slétt frá réttu, koll á kolli þangað til eru komnar 9 umferðir sem endar á brugðinni frá röngunni. Þannig að nú ætla ég bara að græja þennan slétta kafla og sé ykkur þegar það er búið. En mér langar að taka fram að í þessum röndum og þessum köflum að eins og ég sagði í kynningarmyndbandinu þetta sjalaprjón að þá er garnið svolítið ríflega áætlað. Sjalið vegur svona 200 grömm en 5 dokkur vega 250. Þannig að ef ykkur langar að hafa næstu rönd öðruvísi þá er alveg óhætt að breyta lit. Ég held mig við það sem stendur í uppskriftinni og eins og kemur líka fram í innganginum þá getur verið gaman að hafa litgarn eða eitthvað effektagarn einhvers staðar, garn sem skiptir lit. Það væri ekki til dæmis skemmtilegt á þessum sléttakafla að vera með garn sem að breytir lit en ég nota númer 1 næst. Sé ykkur þegar ég er búin að því. Þá er þessi slétti kafli kominn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 umferðir af sléttuprjóni. Og þá þarf að skipta aftur og uppskriftin segir litur 2. Og hér kemur þá næsti útaukningarkafli sem lítur út eins og sá fyrri, nema að talningin er aðeins öðruvísi. Og eins og sá fyrri, þá byrjar hann á því að gera 1 garð, þar sem ekkert gerist nema bara slétt prjón. Byrjum á snúrukantinum og síðan sem leið liggur yfir umferðina með slétt prjón og aftur tilbaka. Og ég ætla að heyra í ykkur þegar að ég er búin með þennan fyrsta garð. 1 garð er kominn og í þessum kafla þá erum við að vinna með 3 útaukningar í byrjun og 3 á undan þessari miðlykkju og 3 hér. Þannig að það koma í raun og veru 6 hérna sitt hvorum megin við þennan topp. Og við leggjum bara af stað. Fyrsta mál á dagskrá er kanturinn. Svo gerum við uppslag, eina slétta, sláum upp á, eina slétta, sláum upp á og þá koma 19 lykkjur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
og langa lykkjan mín er hérna. Ég slæ upp á 1, slæ upp á 2, slæ upp á 3, þá er ég á löngu lykkjunni. Ef þið eru með prjónamerki, það er mjög snjallt. Slæ upp á 1, slæ upp á 2, slæ upp á, þá er ég komið með 1, 2, 3, 4, 5, 6 uppslög, aftur 19 lykkjur. Þrettán, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uppslag, 1, slæ upp á 2, slæ upp á 3, slæ upp á 4 sinnum, 5 sinnum, 6 sinnum og svo 19 lykkjur. Þannig að hérna, þar sem áður voru fyrst 2 og svo 4, þá erum við að horfa á 1, 2, 3, 4, 5, 6 göt. Klára þetta út umferðina og prjóna slétt tilbaka frá röngunni og sé okkur þá. Hér er það komið og við erum með þessi 1, 2, 3, 4, 5, 6 göt hérna á toppunum. Við erum alltaf að fylgja löngu lykkjunni frá því áður. Seinni útaukningarumferðin er mjög svipuð. Það eru jafn margar útaukningar en lykkjónum á milli fjölgar, eðlilega. Þannig að við sláum upp á 1 sinni, 2 svar, prjónum 1, 3 svar og nú koma 25. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 1, 2, 3, 4, 5 og ég slæ upp á 1 sinni, prjóna 1, 2 svar, 1, 3 svar, 1 og þá er ég komin í sömu löngu lykkjuna og hér væri prjónamerkið ykkar. 1 sinni, prjóna 1, 2 svar, prjóna 1, 3 svar og svo 25. 10, 1 og 2, 3, 6, 8, 20 og 1, 2, 3, 4, 5. Slæ upp á, prjóna 1, slæ upp á 2 svar, 3 svar, 4 sinnum, 5 sinnum, 6 sinnum og svo 25. Þannig heldur þessi umferð áfram og síðan prjónum við tilbaka frá röngunni og aftur 1 sinni frá réttunni í 7. umferð og þá klárast þessi kafli hér. Þannig þetta var seinni útaukningarumferðin, prjónum tilbaka frá röngunni og aftur yfir frá réttunni og þá tekur við svipaður kafli og var hér í blúndu kafla 1. Ég ætla að klára útaukningarkaflan minn og sé ykkur þegar kemur að næsta kafla. Þá hefur fjölgað talsvert á prjónunum, komið upp í 360, hver eining er orðin 36 lykkjur og hér vorum við að vinna með 18 lykkju einingar sem þýðir að þegar við endurtökum núna þetta blúndumunstur að þá koma 2 svoleiðis einingar þar sem áður var 1. Þannig núna erum við að endurtaka munstrið 20 sinnum í stað 10 sinnum. Og ég var búin að prjóna hérna út á enda með lit 2, losum hann og þá tekur við litur 3 og eins og áður að þá er fyrsta umferðin í blúndu kaflanum gerð frá röngunni
og felst í því að við erum að prjóna, tökum snúruna óprjónaða, við erum að prjóna brugðið yfir allar lykkjurnar sem leið liggur og þegar við erum búin að því þá kemur að því að prjóna aftur samkvæmt teikningunni á mynd númer 2 þar sem við erum til skiptis að slá upp á og prjóna eina slétt á milli og síðan 2 slétt saman til hægri 6 sinnum og umferðin byrjar eins og áður á því að slá 3 sinnum í röð upp á prjónin og gera síðan 6 sinnum 2 saman til hægri og síðan takturinn sá að við gerum 6 endurtekningar af að slá upp á og prjóna eina slétta og svo 6 endurtekningar af 2 sléttum saman til hægri. Þannig að blúndukafli 2 mjög líkur blúndukafla 1. Hann bara 2 sinnum lengri að því lykkjurnar hafa 2-faldast á prjóninum og við ætlum líka að gera fleiri umferðir, 15 umferðir alls sem gef okkur 7 munsturumferðir eða 7 göt á hæðina. Þannig að þegar ég búin að klára þessa uppsetningarumferð frá röngunni, þá ætla ég að fylgja ykkur af stað í munstrið og síðan prjónum við bara þennan blúndukafla eins og síðast nema hvað hann tekur aðeins lengri tíma. Sé ykkur þegar við setjum upp munstrið. Uppsetningin komin hjá mér eða fyrsta umferðin í blúndumunstri 2. Eins og ég sagði þá gerum við þetta alveg eins og í blúndu 1 nema það við erum að gera 2 svona fleiri munstur. Sláum upp á, prjónum eina, sláum upp á, prjónum eina, sláum upp á, prjónum eina, 2 saman einu sinni, 2 svar, 3 svar, 4 sinnum, 5 sinnum, 6 sinnum, sláum upp á, einu sinni, 2 svar, 3 svar, 4, 5 og 6 sinnum, 2 saman, 2 saman, 2 saman, 4, 5, 6, sláum upp á einu sinni, 2 svar, 3 svar og hér erum við lent núna á þessum samskeytum sem hafa siglt upp allan þennan kafla. Ef þið voru með prjónamerki þá liggur það hér og það eru komin 2 munstur í sama bil og var 1 áður. Og svona höldum við bara áfram. 2 og 3 og 2 saman sinnum 6. Eins og ég segi, 20 endurtekningar út umferðina og alltaf brugðið tilbaka frá röngunni. Og síðan 15 umferðir í allt endar á brugðinni frá röngu. Ég ætla að dunda mig við þetta og þau líka og það tekur 2 svona lengri tíma heldur blúndukafli 1, svona miðað við staðal aðstæður. Sjáumst þegar það er komið. Það lítur þá svona út. Hér eru komnar 20 munsturreiningar af 7 endurteknum munstrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og hluti af lykkjónum sem gengu alveg frá miðjunni, hvar eru þær? Hér, sem gengu alla leið frá miðju og upp úr, eru þar enn, en svo hafa bæst við alveg nýjar miðjur til viðbótar. Og munstureiningin sem áður var með 2 endurtekningum
hefur núna fjölgað sér upp í 1, 2, 3, 4 og sjálfið stækkað að sama skapi. Við losum okkur núna við lit 4 og tengjum 2 eða þann sem ykkur langar. Og hér er kunnuglegt verkefni framundan. Það er að prjóna útaukningakafla. Uppsetningin er sú sama og áður. Við byrjum á einum garði án útaukninga. Þeirri útaukningar umferðin lítur þannig út að þegar við erum búin að prjóna snúrukantinn, þá sláum við upp á einu sinni, prjónum eina, tvisvar, prjónum aðra, þrisvar og nú koma 31 lykkja. 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21 og 2, 3, 4 og 25 og þið sjáum við förum yfir eina svona langa lykkju að því við tvöfölduðum þessa kafla hérna á milli. 25, 26, 7, 8, 9, 30 og 1. Slá upp á 1, slá upp á 2, slá upp á 3 og þá erum við hérna í þessari löngu. Endurtökum þetta, slæg upp á 1, 2 og nú ger ég 31. Fimmtán, 16, 19, 21 og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 og 1. Slæ upp á, prjóna eina, slæ upp á tvisvar, prjóna eina, þrisvar, með lykkjan 4, 5 og 6 og þá koma 31. Og sem leið liggur alla leiðina yfir og svo tilbaka. Og þá gerum við síðustu útaukningarumferðina í þessum hluta og þessum kafla. Það er komið talsvert haf í þetta sjal, bæði ígulker og öldur og vængkaf. Nú kemur síðasta útaukningarumferðin í þessum kafla, kannski bara í sjalinu öllu, allavega verða umferðirnar ekki lengri. Og við erum að gera nákvæmlega sama og í fyrri umferðinni sem ég var að koma tilbaka frá, byrja á 3 útaukningum og prjóna síðan 37 lykkjur, þeim hefur bara fjölgað þessa 6 frá því síðast. Og svo ger ég 3 á undan þessari hér og 3 á eftir henni. Þannig að slá upp á þrisvar með einni lykkju á milli, 37 lykkjur, slá upp á 6-inum, 37 og svo framvegis. Ég ætla að leyfa mér að klára það sem eftir er áður en ég kem aftur í mynd og gera sem sagt þessa útaukningarumferð, prjóna tilbaka frá röngunni og enda á síðustu umferðinni frá réttu og yfir. Og þá eru hvorki meira en minna en 480 lykkjur á prjónunum. Og þá erum við búin með þennan hluta. Hér höfum við ígulkerið, við höfum hérna affellingu sem að tengist upp í I-kord í báðar áttir. Og svo höfum við þennan krans hérna í kring